Sigfússon og talar af hálfu Vinstri-hreyfingarinnar grænt framboð. Góðir landsmenn, vofa gengur nú ljósum logum hinn kapitalíska heim. Það er ekki vofa kommunismans sem var skrifað á 19. öldinni. Nei, það er vofa kapitalismans sjálfs. Vítt heim standa nú yfir neyðaraðgerðir þar sem gripið er til gríðarlegra fjármuna úr almannasjóðum til að afstýra því að nýfrjálshyggjukapítalisminn hrynji. Hugmyndafræðin sem vildi færa allt frá hinu opinbera og til markaðarins, vildi einkavæða alla hluti, hataðist við reglusetningu frá hinu opinbera, vildi ekkert af hinu opinbera vita. Hann hefur nú étið sjálfan sig innanfrá, þessi ismi, og skríður undir pilsfaldinn. Ný frjálshyggjubyltingin er að éta börnin sín, enda hefur Hannes Hólmsteinn ekki skrifað blaðagrein í margar vikur. Lærdómar heimskreppunar miklu 1930 eru nú rifjaður upp og eðlilega spyrja menn sig í forundran. Hvernig gat mannkynið verið svona heillum horfið, svona vitlaust að glata reynslunni frá þeim hildarleik og endurtaka sömu mistökin fólgin í blindri trú á markaðinn? Já, er það ekki undarlegt, góðir áheyrendur, að á nokkura áratuga fresti, í mesta lagi hálfrar til einnar aldar fresti, þurfi þessi skrýtna skepna, homo sapiens, sem þýtt er sem hinn vitiborni maður, að læra allt upp á nýtt. Læra það að húngrækin, hannhrokinn og það siðleysið eru ekki góðir förunautar í þróun mannlegs samfélags. Hér upp á Íslandi er staðan sú að allt frá því fyrir mitt ár 1991 hefur setið hægri sinnu ríkisstjórn undir forystu Sjálfstæðisflokksins með aðild, fyrst Alþýðuflokksins sáluga, síðan Framsóknarflokksins í 12 ár og nú loks Samfylkingarinnar. Þessar ríkisstjórnir hafa fylgt hinum sömu leiðarljósum. Við Íslendingar erum við lok þessa tíma staddir í versta ólgusjó efnahags- og þjóðmála upplausnar sem við höfum lent í, að minnsta kosti áratuga skeið, ef ekki nokkru sinni síðan við endurheimtum fullveldi og sjálfstæði. Ég held að maðurinn í múrbúðinni hafi orðað þetta þannig að það skildist þegar hann sagði efnislega sem svo að útrásar og bankastrákarnir væru búin að skuldsetja okkur upp í rjáfur og það veri það sem við værum að glíma við. En fjármálageirin og viðskiptalífið ber hér ekki eitt ábyrgð. Leikvöllurinn var undirbúinn með pólitískum ákvörðunum einkavæðingu, ekki síst banka, með sömu blindu trúnni á markaðinn. Útrásar víkingarnir voru þjóðhetjur og stjórnvöld hældust af afrekum sínum, mikluðust af góðæri og velgengd. Ísland var að sigra heiminn. En hvernig má það þá vera? Nú, við mánaðamótin september-október árið 2008 að fjármálakerfi landsins skuli riða til falls, að eignir almennings og kaupmáttur skuli brenna upp í óðaverðbólgu, gengishruni og okurvöxtum. Þetta átti ekki að fara svoleiðis, var það? Nei, ég held ekki. Hægri menn tala gjarnan þannig að þeir einir, svona þegar mestur er gállinn á þeim, hafi vit á peningum. Þeir einir kunni með þá að fara og stjórna af ábyrgð og þannig að vel fari ríki og sveitarfélögum. Ekki vantar það á Íslandi að hægri menn hafi ekki haft völdin síðastliðin 17 ár. Það eru ekki vinstri stjórnir sem hafa á þessu tímabili gert Ísland að skuldugasta hagkerfi hins þróaða heims. Það eru ekki sósíalistar, ekki græningjar, ekki anarkistar, ekki marxistar, ekki reynslulausir unglingar sem hér hafa vélað Nei, það eru Davíð Oddsson, Jón Baldvin Hannibalsson, Halldór Ásgrímsson, Geir H. Haarde og nú upp á síðkastið með honum Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem bera hér pólitíska ábyrgð. Sjálfstæðisflokkurinn, Alþýðuflokkurinn sálugi, Framsóknarflokkurinn og Samfylkingin. Auðvitað gerir hinn alþjóðlega fjármálakreppa ástandið illt verra, en ég fullyrði það hér sem ég stend
að þó að hún hefði alls ekki komið til, þá ættum við Íslendingar samt í miklum erfiðleikum og við áttum það þegar áður en að hún skall á. Ef það er eitthvað eitt sem ég, sem formaður Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs, er virkilega stoltur af umfram annað, þá er það hvernig við höfum sjálfum okkur samkvæmt fjallað þessa hluti og eins þótt tískan og tíðarandinn væri á móti okkur. Nú sýnist mér annað upp á teningunum. Þegar að hægri maðurinn Sarkozy, Frakklandsforseti, vill skipa nefnd til að endurskoða kapitalismann, þá er nú stungin tólg. En nú, góði landsmenn, er komið eins og komið er, því miður, og það veitir mér afar takmarkaða ánægju þó ég geti sagt með réttu að við Vinstri græn höfum allt frá árunum 2004-05 bent á hvert stefndi. Við höfum flutt á hverju einasta þingi tillögu að ráðist yrði í aðgerðir til að endurheimta efnahagslegan stöðugleika, stöðva skuldsetningu þjóðarbúsins og koma þjóðarskútunni á rétta stefnu. Það gremjulega, það sorglega, það dýrkeypta er að þetta þurfti auðvitað aldrei að fara svona og þetta átti ekki að fara svona. En við erum þar sem við erum, góði landsmenn. Gert er gert og liðið er liðið og nú er að takast á við hlutina. Nú er að leita lausna og taka til hendinni. Áhöfn á lekum bát, hún sest ekki niður til þess að velta því fyrir sér af hverju fór að leka. Hún fer strax að ausa. Við verðum að sameina kraftana, við verðum að vinna saman, við verðum að slíðra vopnin og það gildir jafnt hið pólitíska svið sem og bolabrögðin út í viðskiptalífinu. Við verðum öll að sameinast það stóra verkefni að vinna okkur í gegnum og út úr vandanum. Ég eyði hér ekki orðum á ræðu forsætisráðherra. Í henni var því miður ekkert, nema kannski þessi örlitla gamansemi það hvað ríkisstjórnin hefði góð tök á málum. Já, og nema þá kannski þetta veri ræðan frá því fyrra fyrir misskilning, ég veit það ekki. Ég eyði þaðan af síður orðum í málflutning Samfylkingarinnar að undanförnu. Orka þeirra fer fyrst og fremst í eitt, að níða niður gjaldmiðilinn og útmála hvað hann sé ónýtur. Það er nú aldeilis það sem krónan þarf á að halda þessa dagana. Eða er það kannski, þessi málflutningur, framlag Samfylkingarinnar til þess að lækka greiðslubyrðina af erlendum bílakaupa og húsnæðislánum?